Já, út með ruslið. Eins og ég sagði, þetta svona þemað, svona út frá því að kvennafrídagurinn var hérna helgina og það var mikið svona í fjölmiðlum og ég sá að þau voru að fjalla mikið bakslag í kvenréttindabaráttu. Þarna var viðtal í Kastljósi við 2 kvenréttindakonur og þarna sagt á stjórnmálaspjallinu, þetta eitt að klikkaðasta sem ég séð í fjölmiðli. Viðtal aktivista spyrils við 2 kvenréttindafrömuði bakslag í jafnréttisbaráttu. Og hann bætir í hérna fyrir neðan Spyrill RÚV sem aktivisti brýtur lög RÚV hlutlæga fréttaþjónustu, ólík sjónarmið og jafnan hlut karla og kvenna. Viðmælendur fullyrða að bakslag en útskýra næstum engu, segja aukið kynbundið ofbeldi en ekkert hvort hlutfall hafi aukist né hvernig kynbundið ofbeldi var að jafnrétti. Og aðspurð hvað almenningur getur gert til að halda áfram segir Stella styðja herferð Uniform. Sturlun, segir Ingimundur Stefánsson. Og svo sjá bara eins úr þessu, það kemur strax á daginn, þegar maður þú verður að fara í næsta link á RÚV til að sjá sjálft spjallið, Já, við skulum bara... Woman. Það kannski sumum sem þykir sérkennilegt að tala bakslag í jafnréttismálum, allavega hér á landi, þar sem að konur eru leiðandi í öllum helstum embættum landsins, bara forseti Íslands, forsætisráðherra og ég geti talið lengi áfram. Stella, ef við byrjum með þér, getum við ekki fagnað hversu langt við erum komin, eða bakslag að gæta hér líka? Jú, svo sannarlega Ísland kannski ljósið í myrkrinu þessa dagana, hvað við stöndum framalega í jafnréttismálum, það alveg hárrétt. En við erum samt ekki tilbúin að sætta okkur við að vera næstum því komin í mark. Við viljum ná í mark og við viljum tryggja raunverulegt jafnrétti fyrir alla hópa á Íslandi. Og það skiptir miklu máli. Við höfum talað það í mörg ár svo sem kvennahreyfingin almennt að það sé bakslag í jafnréttismálum á heimsvísu og við finnum alveg fyrir því hér líka. Við erum ekki eitthvað eyland þar sem við erum ósnortin fyrir því sem að gerast í umheiminum og ég held að við sem öll að sjá það í síðustu daga og vikur hvað að gerast og það hefur áhrif á okkur líka hér. En svo sannarlega erum við ljósið í myrkrinu en við þurfum að halda áfram og það fagnaðarefni. Það nánar út í, og Ingibjörg Sólrún fyrir að tala hérna líka að Donald Trump sem kom inn og hún segir bara við sjáum þetta öll, skilur við þurfum ekkert annað en bara að horfa á fréttir síðustu það bara búið að vera greitt bakslag í réttinu kvenna og hvert bakslagið og hvað endgameið, við sættum okkur ekki við að vera næstum því komin í mark, við verðum að komast alla leið í mark og við tryggja algjört jafnrétti en það spurning, hvort að þetta algjöra jafnrétti, hvort það sé hægt að fá, þetta náttúrulega alveg komið hinum megin núna, það væri mjög illa séð ef að karlar gengdu öllum þessum stöðum sem að konur gegna á Íslandi, skilur hvað ég meina? Já. Ef það væri Karl forsætisráðherra, Karl forseti, ríkislögreglustjóri, lögreglustjóri Reykjavík, öll þessi embætti sem við nefnum að telja upp, ef þetta væri allt karlar, þá væri bara, þetta bara algjört feðraveldi og hryllingur, en hvernig, hvað þetta eins og hún segir, alla leiði mark, það eins og við tala á hana, það vantar ennþá forseta Hæstaréttar og rektor Háskóla Íslands? Já, kannski nokkrir bæjarstjórar og svona líka. Já, nú samt flestir konur heldur. Já, það nokkrir ennþá eftir, það þarf að garlaða þá. Og vera að fara alla leið. Já. Og hreinlega bara konur fá að herri tímakaupi menn, til að rétta þetta við, Einmitt. Fá herra tímakaup fyrir sömu vinnu. Já, ég að meina það, til að rétta við, Já. En og það, svo þetta ríkissjónvarpið sem að eins og Ingimundur bendir á, að brjóta þarna lögum, jafnræðisreglur og svona ólík sjónarmið og svona. Það eru sérstök lögum RÚV að þeir þurfa meira en aðrir fjölmiðlar að gæta þessum reglum. Og en þeim ekki dottið í hug að fá eitthvað, Gústaf Níelsson þarna eitthvað. Við verðum kannski að spila það, ef þú ferð einn link tilbaka á Facebook. Já. Og fer bara inn á Facebook síðuna mína, þá nýjasta rílið sem á veggnum mínum. Mér fannst þetta svo fyndið og skemmtilegt hjá Gústa, þetta náttúrulega, og aftur mikill sannleikur í þessu. Viðbröðin við þessu ríli á Facebook hjá mér, þetta er að sjá þarna 303 like, 70 comment, 44 share, þetta eru þessi ríl, þegar ég posta á Instagram, þá fara þau líka á Facebook-vegginn minn, bara svona manual, sjálfvirt og þau,
ég hef aldrei séð önnur eins viðbröð eins og þetta sko inn á Facebook. Það er alltaf flest þessu kommentir einhverja konur og segja, þetta er nokkuð risaðila sem á ekki hérna. En hlustum aðeins á hvað Gústi segir, þetta er fyndið. Það eru konur allstað, það eru bara 3 staðir sem eru eftir. Það er Háskólinn, Seðlabankinn og forseti Hæstiréttar. Þegar að það verður allt orðið konur, þá held ég að bara efsta embættismannalagi sé orðið kvenkins. Nei, í alvörunni. Og þetta þykir alveg svakalega fínt. Þetta er auðvitað hlægilegt sko. Svo eru menn svo sko viðkvæmir, þeir þori ekki að gagnrýna þetta. Það má ekki andmæla konu, skilur við. Þær verða bara að geta staðið fyrir sínu máli eins og allir aðrir. Það á ekki að vera en forgjöf. Þú þekkir orðaðan, þetta er alveg svakalega flottar stelpur og klárar og eitthvað. Ef einhver kallmaður myndi segja þetta, við strákarnir svo helviti flottir og finnir og svona. Þú erður bara fláður lifandi. Svona er þetta sko. Það er að fara að skilja það sko að kall og kona sko eru raun og veru eins og hönd og hanski sko og þetta verður aldrei aðskilið en þegar þetta orðið svona í þjóðfræðinu eins og er í dag að það er bara eilífið að sókn í völd og áhrif að þú veist, ég er bara steinhissað á hvað eru geðlitlir og hvað blóðið rennur hægt í þessum köllum. Það er ekki nokkuð maður sem tóra að segja, er þetta rétt leið hérna? Hvað er svona illa orðið komið fyrir karlkinn að það getur ekki gegnt orðið neinu háembættistarfi? Nei, í alvörunni. Þetta er alveg ótrúlegt. Sko, einmitt, þetta er mjög ferskt inn í umræðina á kvenna frídaginn. Af því að umræðin er svo algjörlega monotónisk og það er einhvern veginn allir að marsera í þessum takt bara. Kvenna frídagurinn, við þurfum öll að fara nýr á Arnarhól og segja fokkfeðraveldi því að þetta er svo hræðilegt. En svo sannleikurinn, miklu meiri sannleikur í þessu, þetta eru nokkur öðru sem kemur út á þessum kvennafrídegi, skilur við. Já. Og þetta er einhverjum styrla bara. Já, þetta er, og það er svona eins og á RÚV, sko, þau þoraðu þetta ekkert að hafa einhverja umræður þetta. Þau bara með 2 konur sem eru að tala hvað feðraveldi er hræðilegt, þú veist, það er, og allir sammála á já og amen. Það er bara umræðan og það segir sitt sko notagildi RÚV eða sko sem við erum að eyða hérna mörgum milljörðum í þetta. Jafn mikið eins og við höfum verið að eyða í Úkraínustríði reyndar. Veit ekki hvernig við höfum að sko líta á þau hlutföll en allavega RÚV er stofnun ríkisfjölmiðl sem er með eitt agenda eða ákveðið agenda, ekki eitt agenda en það er svona ákveðin einni línu og við erum öll að borga fyrir það. Alveg sama þó kannski að meirihluta þjóðarinnar meirihluti þjóðarinnar sé kannski ósammála þeirri línu og breytir engu það að við erum öll að borga fyrir það. Kæru vinir, takk fyrir að horfa á stuttbrot úr Harmageddon. Við minnum á, það kostar ekkert að brosa og það kostar heldur ekkert að subscribe hérna á YouTube-brásun okkar. En ef þú vilt sjá þáttinn í fullri lengd þá ferðu á broadcast.is og nærðir í áskrift. Takk fyrir.